Menningarlífið heima og heiman, ljúf klassísk tónlist og sígildar dægurflugur eru meðal efnis í morgunþætti. Í samfélaginu í nærmynd eru það Bjarni Sigtryggsson og Sigríður Arnardóttir sem birta svipmyndir af samfélaginu hérlendis og erlendis. Á hverjum degi gefst hlustendum kostur á að sækja leikhús, velja á milli spennuleikrita, gamanleikrita og barnaleikrita. Barnatímar eru nú á hverju kvöldi að loknum kvöldfréttum með fjölbreyttu efni fyrir stór börn og smá. Á laugardagskvöldum gleðja heimsþekktir söngvarar og hljóðfæraleikarar hlustendur með tónleikum frá virtustu óperuhúsum heims. Óperukvöld Ríkisútvarpsins öll laugardagskvöld klukkan 19:35. Rás 1 fyrir þá sem hafa tíma til að hlusta. Gott kvöld, lækkun á vöxtum spariskírteina ríkissjóðs og erlend lántaka eru til skoðunar innan ríkisstjórnarinnar til að ná niður raunvöxtum. Ákvörðunar má vænta á ríkisstjórnarfundi á morgun. Formaður LÍÚ segir þröngsýn í verkalýðshreyfingarinnar standa í vegi hagræðingar í sjávarútvegi. Talið er að 600 hús og 40.000 hektara lands hafi brunnið í stjórnlausum skógareldum í Suður-Kaliforníu. Of mikill galskapur fyrir minn smekk, segir Davíð Oddsson uppákomurnar í stjórnarliðinu. Útlitir fyrir að allir dómarar í landinu verða víkja í máli séra Geirs G. Waage gegn fjármálaráðherra. Formaður Landssambands íslenskra útvegsmanna sakaði verkalýðshreyfingunum þröngsýni á aðalfundi LÍÚ í dag og sagði hann að taka illa í alla viðleitni til þess að nýta betur framleiðslutæki í sjávarútvegi. Hann kvað þróunarsjóð sjávarútvegsins óþarfan og margt í frumvarpsdrögum sjávarútvegsráðherra stjórn fiskveiða væri til skaða. Þau mál sem hæst ber hér á aðalfundi Landssambands íslenskra útvegsmanna í fyrsta lagi afkoma útgerðarinnar þessar mundir, í öðru lagi nýting takmarkaðrar auðlindar og í þriðja lagi veiðar utan 200 mílna lögsögu. Í máli formanns LÍÚ við upphaf aðalfundar samtakana í dag kom fram að nú talið að bátaflotinn sé rekinn með 5% halla og stefni í 9,5%. Togaraflotinn rekinn með 9% halla og stefnir í 12% á næsta ári. Kristján Ragnarsson benti á að verð á sjávarafurðum hefði lækkað 18% frá því í fyrra og skerðing á aflaheimildum væri metin á 5 milljarða króna. Við þessar aðstæður eru ekki not fyrir öll okkar fiskiskip. Til að lifa þessa erfiðleika þurfa menn að stofna til samstarfs að færa heimildir saman og leggja skipum tímabundið eða varanlega. Kristján Ragnarsson vandaði verkalýðshreyfingunni ekki kveðjurnar hér á aðalfundinum og sagði hann að taka illa í alla viðleitni að auka nýtingu framleiðslutækjanna. Hér formaður LÍÚ að vísa til kröfu verkalýðsfélaga greiðslu vaktaálags þegar unnið utan hefðbundins dagvinnutíma, en nú mikið það rætt innan fiskvinnslunar að auka nýtingu fiskvinnsluhúsa með vaktavinn. Það hefur verið athugað hver mismunur væri á launakostnaði ef verksmiðja sölumiðstöðvar hraðfrystiúsanna í Grímsby væri rekin á Íslandi. Í ljós kom að kostnaðarauki vegna launa yrðu 113 milljónir króna ef verksmiðjan væri rekin á Íslandi. Í Grímsby ekki reikna vaktaálag á vinnu fyrir en eftir 8 klukkustundir, en það sama hvenær sólarhrings þær stundir eru unnar. Hér reiknast hins vegar 35% álag eftir að dagvinnu lokið. Við verðum seint samkeppnisfærir ef haldið á málum með þessum hætti. Það getur ekki orðið að ræða mörg ný atvinnutækifæri á Íslandi í næstu framtíð ef þröngsýn í verkalýðshreyfingarinnar fær að ráða ferðinni. Formaður LÍÚ sagði að þróunarsjóður sjávarútvegsins eins og sá sem nú áformað að koma á fót væri óþarfur. Þá telur hann mikla annmarka á tillögum sjávarútvegsráðherra breytingar á lögum stjórn fiskveiða. Formaður LÍÚ vék að stórauknum veiðum Íslendinga utan 200 mílna markana og ræddi hlut stjórnvalda í því sambandi. Ekki má koma til þess að sókn á þessi mið verði hindruð með samningum sem firra okkur rétti á þessum mikilvægu miðum. Einnig einsýnt að kanna þarf frá þjóðréttarlegu sjónarmiði
hvort Norðmenn hafi farið offari í að taka sér rétt við Svalbarða með því að lýsa fiskfriðunarsvæði á veiðislóð sem opið haf. Kristján Ragnarsson sagði á aðalfundi LÍÚ í dag að samtökin hefðu ráðið verkfræðistofu til þess að kanna kostnað við að reisa 4 olíubirgðarstöðvar hér á landi, þar sem olía yrði afgreidd í skip frá leiðslu. Þetta væri gert í ljósi þeirrar staðreyndar að verð á olíu væri 50 til 60% hærra hérlendis en erlendis. Þorsteinn Pálsson, sjávarútvegsráðherra, ávarpaði aðalfund LÍÚ í dag. Hann gerði meðal annars að umræðuefni afstöðu LÍÚ til frumvarpsdraga sinna. Hann kvað drögin vera tilraun til þess að miðla málum milli stríðandi hagsmuna. Ég hef á hinn bóginn orðið fyrir nokkrum vonbrigðum með neikvæða afstöðu samtaka ykkar, ekki síst í ljósi þess að hér verið að festa í sessi grundvallaratriði aflamarkskerfisins og að fáum á að vera betur ljóst en útvegsmönnum hversu mikilvægt það að miðla málum í þeim tilgangi að ná víðtækri sátt fiskveiðistjórnunarkerfið. Það getur ekki hver og einn hagsmunahópur í sjávarútveginum togað í sinn spotta eins og honum komi ekki við aðstaða annarra í greininni. Menn hafa spurt pólitíska stöðu málsins. Í vor sem leið var það fullt samkomulag innan ríkisstjórnarinnar að leggja frumvörpin fram. Síðan hafa orðið breytingar á ráðherraskipan með þeirri afleiðingu að málið er meiri óvissu undirorpið en áður. En frumvörp svo mikilvæg málefni verða ekki lögð fram sem stjórnarfrumvörp nema ríkisstjórnin öll standi að þeim og meiri hluti sé fyrir hendi á Alþingi. Fullmikill galskapur fyrir minn smekk. Þetta segir Davíð Oddsson forsætisráðherra uppákomur og ágreiningsmáli í stjórnarliðinu. Það óneitanlega titringur í stjórnarsamstarfinu. Deilumál hafa skotið upp kollinum síðustu daga. En hver afstaða Davíðs Oddssonar forsætisráðherra til dæmis til ágreiningsins á milli Sighvatar Björgvinssonar og Þorsteins Pálssonar hvernig farið skuli með fiskveiðistjórnarfrumvarpið? Sjávarútvegsráðherrann létti af þeirri kröfu sem var samningskrafa hans síðastliðið vor að bæði málin yrðu afgreidd samhliða. Sú var breytingin, hann féll frá því að bæði málin yrðu afgreidd samhliða en hins vegar áttu bæði málin verið til sýnis og til umræðu í þinginu á sama tíma þó að þróunarsjóðsmálið yrði ekki tafið þráttur hitt myndi bíða í þinginu. Hvernig verður þá afgreiðslan nú? Það á þínu borði náttúrulega að skera úr það? Nú málið komið til þingflokkana frá ríkisstjórninni og þingflokkarnir fara þá yfir bæði málun og ég gera fyrir því að þeir hleypi báðu málun fram í þingið. Síðan mun þróunarsjóðsmálið fá forgang og afgreiðast. Síðan mun menn fara yfir hitt málið. Það mjög viðkvæmt og erfitt mál. Það í öllum þingflokkum og minnst í stjórnarþingflokkunum. Menn sem hafa athugasemdir við einstök atriði, ekki allir það sömu. En þó athugasemdir við einstök atriði, þannig það vandmeðfarnara mál. Þess vegna var skorað á milli, það ekki afgreiðu bæði í einu. Og þegar forsætisráðherra spurður uppákomurnar síðustu daga, þá svarið þetta. Það aðeins mikil galskapur í mönnum fyrst mér fyrir minn smekk, en ég vona að það hefur ekki neinn erfið áhrif. Í Þingsjá í kvöld birtum við ítarlegt viðtal við Davíð Oddsson forsætisráðherra þessi deilumál og fjallum lífeyrismál sem voru rædd á Alþingi í dag. Sighvatur Björgvinsson, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, sagði í ávarpi á mannvirkjaþingi í dag að búast mætti við aðgerðum í vaxtamálum. Eitthvað að gerast í þessum málum, Pétur? Já, líklega, því ráðherrann lofaði lækkun vaxta strax á næsta vaxtadegi sem á mánudag. En þar átti Sighvatur reyndar við nafnvexti en á ríkisstjórnarfundi á morgun á að fjalla þessi mál og taka ákvörðun að framkvæma eitthvað að tillögum vaxtamyndunarnefndar ráðherrans sem gæti leitt til raunvaxta lækkunar. Vaxtamyndunarnefndin skilaði skýrslu sinni fyrir þessu mánuði. Þar voru settar fram fjölmargar tillögur leiðir til að lækka vexti. Sighvatur Björgvinsson og Davíð Oddsson forsætisráðherra ræddu þessi mál í dag en á morgun verða hugmyndirnar lagðar fyrir ríkisstjórn. Vaxtamyndunarnefndin benti á að draga þyrfti úr hallarekstri ríkisins og lánsfjárþörf hins opinbera. Ríkisstjórnin hefur lengi leitað þeirra leiða og hefur varla dottið niður á lausn á þeim vandanum. Hins vegar samkvæmt heimildum fréttastofu verið að ræða að lækka vexti á spariskírteinum ríkissjóðs og taka erlend lán til að létta á lánsfjárþörf ríkisins sem heldur uppi vaxtastiginu. Sighvatur vildi í dag ekki skýra út í hverju hugmyndirnar fælust en hann sagði að verið væri að skoða allar leiðir til að lækka vexti
þar á meðal lækkun spariskírteinavaxta og erlenda lántöku. Heimildir innan Seðlabankans segja að nú séu aðstæður góðar til að fara þessar leiðir. Verðbólga lítil, atvinnuleysi eykst og viðskiptajöfnuður hagstæður. Það að segja, engin þenslumerki eru sjáanleg. Einnig verið að skoða ýmsar aðrar tillögur nefndarinnar að beita Seðlabankanum sem stýritæki. Ólíklegt að sett verði ríkisábyrgðargjald á húsbréf eins og rætt hefur verið og vextir þeirra þannig hækkaðir, því menn að tala að lækka vextina niður í 5% og yrðu þeir þannig lægri en 6% sem húsbréfin bera. Og þá til útlanda. Stjórnlausir eldar geisa enn í 5 sýslum umhverfis Los Angeles í Suður Kaliforníu. Sigrún Ása tekur nú við, segir nánar frá. Jú, talið að tæplega 600 hús hafi brunnið og 40.000 hektarar lands, 30 til 40 manns hafa slasast en enn ekki vitað til þess að neinn hafi látist í þessum eldum. Clinton Bandaríkjaforseti lýsti í dag yfir neyðarástandi á svæðinu og hét stuðningi alríkisstjórnarinnar. Þessa stundina berjast þúsundir slökkviliðsmanna við 13 megin elda á svæðinu frá Malibu-ströndinni fyrir norðan Los Angeles og allt suður að San Diego við landamærin að Mexíkó. Þetta eru mestu eldar sem geisað hafa í Suður Kaliforníu í manna minnum og ljóst að tjónið skiptir $100 milljóna. But right now I just wish that I had got my pictures out and some of my real valuable things that are in there that are gone completely. The children are safe, my wife is safe, the family is safe. Our history and all our belongings are in this pile of rubble, but we're okay. Meðal svæða sem hafa orðið illa úti eru nokkur dýrustu íbúðahverfi í öllum Bandaríkjunum, eins og Laguna Beach og Altadena, þar sem algengt að verð á húsum hlaupi á $milljónum. Brunuleikur á að minnstakosti 4 eldanna séu á mannavöldum og í gær handtók lögregla heimilislausan mann sem talið að hafi valdið eldinum í Altadena þegar hann kveikti bál til að orna sér við en missti stjórn á eldinum. Aðstæður til slökkvistarfs eru mun betri í dag en þær voru í gær þegar þurr og mjög sterkur vindur magnaði eldinn. Síðastliðna nótt lægði vindinn og það sem af degi hefur verið frekar stillt veður í Suður Kaliforníu. Í síðustu viku var þess minnst norðar í fylkinu að þá voru liðin rétt 2 ár frá því 3.000 íbúðarhús brunnu í hlíðunum við Oakland skammt frá San Francisco, en í þeim eldum fórust 25 manns. The difference between this and Oakland is that we have got 17 different sites. 4 of those fires are now out, but we've got about 3 very large ones that are continuing to burn. Aðdragandinn að eldunum í Oakland og Los Angeles þó sá sami. Gróður skraupþurr eftir margra mánaða þurrka, mikill hiti og sterkur vindur, svokallaður Santa Ana vindur af eyðimörkinni. Þetta eru staðbundnir og árstíðabundnir vindar sem verða sterkastir þetta leyti árs. Vindhraðinn náði víða 90 km hraða á klukkustund í vesturhrinunum í gærkvöld þegar eldarnir voru í hámarki við Los Angeles. Einn af þessum eldum svona óþægilega nálægt við þar sem ég bý og foreldrar mínir og systkini þau eru í heimsókn hjá mér núna og þau hefðu séð þarna hópa þyrlum hringsveimandi yfir þessum eldi eiginlega svona einum megin við nokkrar hæðir og sáu sömuleiðis svona eldbjarma við himinn og svona maður reynir nú svona að leiða þetta hjá sér en þetta engu síður óþægilegt. En þið voruð aldrei í neinni hættu? Nei, við vorum það ekki. En nú veðurspáin, hún gerir ráð fyrir frekari vindi, það ekki nú helgina þó hann hafi farið að lægja núna síðdegis? Já, hann spáði svona hvað, það færi lægjandi, þeir eru svona bara hlýtt og rólegt fram yfir helgi. En svo veit enginn hvað skeður og þessir vindar eru sem sagt næstu mánuð og þá eru þeir alltaf öðru hvoru. Í kvöld lýkur opinberri heimsókn Vigdísar Finnbogadóttur forseta Íslands til Noregs en hún hefur í dag verið í Þrándheimi. Veðurblíðan sem leikið hefur við forsetan á meðan á heimsókninni í Ósló stóð slóst ekki förina norður til Þrándheims. En þó dumbungur væri úti fann forsetinni hlýhug Þrándheimsbúa. Í ræðu sinni til forsetans sagði Marvin Vísett, borgarstjóri Þrándheims, að fáir erlendir gestir væru jafn velkomnir og forseti Íslendinga. Kvaliteten på dette miljøet gir som resultat
etter mine beregninger at ingen by i Europa har så høy IQ per kvadrat som nettopp Trondheim. Í tilefni af 25 ára afmæli Háskólans í Þrándheimi í maí var Vigdís Finnbogadóttir útnefnd heiðursdoktor. Í dag fékk hún heiðursskjalið og hring þann sem fylgir þessari nafnbót og hún hélt fyrirlestur sinn. Diplomet og ringen som tegn på at presidenten er innrullert i doktormatrikkelen ved Universitetet i Trondheim. Ved å promoveres til doktor honoris causa akkurat her. Snorri ville ha likt det. Opinberi heimsókn forseta Íslands lýkur í kvöld og hún heldur þá veislu til heiðurs norsku konungshjónunum. Hæstiréttur sýknaði í dag mann sem áður hafði verið dæmdur í 18 mánaða fangelsi og sekt fyrir nauðgun. Í dómnum kemur fram gagnrýni á rannsóknarlögreglu ríkisins og þau sögð ámælisverð. Málsatvik voru þau að kona hitti mann fyrir utan skemmtistaðinn Glæsibæ í júlí í fyrra. Samkvæmt framburði konunnar bauð hann henni heim til drykkju og á þeim forsendum þáði hún boðið. Þegar þangað var komið hafa hann nauðgað henni. Hún hringdi strax til lögreglunar og lagði fram kæru. Ákærði neitaði þessu staðfastlega allan tíman og sagði konuna hafa kært vegna þess að hún hefði ekki fengið áfengið sem hann hafði lofað. Í héraðsdómi var maðurinn dæmdur í 18 mánaða fangelsi og til að greiða 500.000 króna í skaðabætur. Hæstiréttur komst að annarri niðurstöðu í dag. Í dómnum segir að ekki séu óyggjandi vísbendingar að nauðgun hafi verið að ræða og ekki sé hægt að ganga út frá slíku miðað við þá áverka sem voru á konunni. Maðurinn var því sýknaður og ríkissjóður greiðir málskostnað. En í dómnum var rannsóknarlögregla ríkisins gagnrýnd fyrir málsmeðferð. Hvorki voru teknar skýrslur af eiginmanni kærenda sem var með henni á skemmtistaðnum, né af nágrönnum, þó að konan segist hafa kallað á hjálp út gluggann. Ekki var farið fram á blóðtöku til að sjá áfengismagn í blóði konunnar og að föt hennar virðast ekki hafa verið rannsökuð sérstaklega. Þá er það sagt ámælisvert að rannsóknargögn RLR hafi verið merkt sem nauðgun. Það brýtur í bága við grunnreglur meðferð opinberra mála varðandi hlutlægni rannsóknarvalds. Þetta segir í dómi Hæstaréttar. Þessi niðurstaða kemur í kjölfar máls þar sem lögreglan var gagnrýnd fyrir að halda stúlku sem kærði nauðgun í 10 tíma í fangaklefa. Rannsóknarlögreglan og lögreglustjórinn í Reykjavík hafa hins vegar vísað þeim ásökunum á bug. 20 maður var í dag í Hæstarétti dæmdur í 5 mánaða fangelsi og sviptur ökuréttindum í 3 ár fyrir að hafa tvívegis ekið undir áhrifum áfengis. Í fyrra skiptið í ágúst í fyrra var hann á bíl en í síðara skiptið 2 mánuðum síðar á vélhjóli. Og enn af dómsmálum í dag var þingfest fyrir héraðsdómi Reykjavíkur mál sem séra Geir G. Voge, sóknarprestur í Reykholti og formaður Prestafélags Íslands, höfðar gegn fjármálaráðherra til greiðslu 565.800 króna auk dráttarvaxta sem hann telur vera vangoldin laun. Það hins vegar útlit fyrir að allir starfandi dómarar í landinu teljist vanhæfir til þess að dæma í málinu, þar sem að niðurstaða þess hver sem hún verður getur varðað dómara miklu fjárhagslega. Upphæðin sem krafist greiðslu á mismunurinn á núverandi launum sóknarpressins og þeim launum sem kjaradómur úrskurðaði honum 27. júní 1992. Sá úrskurður tók til embættismanna meðal annars presta og dómara. Með honum hugðist dómurinn leiðrétta launamisræmi sem hann taldi að orðið hefði milli greiddra heildarlauna til margra embættismanna og þeirra mánaðarlauna sem kjaradómur hafði ákveðið þeim. Niðurstaðan þýddi umtalsverða launahækkun ýmissa embættismanna. En í kjölfar mótmæla meðal annars af hálfu verkalýðshreyfingarinnar var úrskurðurinn felldur úr gildi með bráðabirgðalögum breyting á lögum kjaradóm. Í framhaldinu úrskurðaði nýr kjaradómur embættismönnum sömu launahækkun og launafólk hafði samið eða 1,7%. Séra Geir Voge segir að málsókn sín byggist á því að hann véfengi að bráðabirgðalögin hafi verið sett með lögskipulegum hætti og því telji hann að fyrri úrskurður kjaradóms sé enn í gildi. Samkvæmt fyrra úrskurði kjaradóms áttu meðal annars laun dómara að hækka en á móti áttu að afnema sérstakar yfirvinnugreiðslur til þeirra. Ekkert var að þessari breytingu vegna bráðabirgðalagana. Héraðsdómarar fá nú greidda 20 til 40 klukkustunda yfirvinnu á mánuði og í blaðagrein nýlega sagði Valtýr Sigurðsson, formaður Dómarafélags Íslands, að íslenskir héraðsdómarar væru sjálfsagt einu dómararnir í Evrópu og þóttu víðar væri leitað sem fengju greidda yfirvinnu fyrir dómstörf sem samið væru við framkvæmdavaldið.
Í greininni sagði formaður dómarafélagsins að það væri kjaradóms að ákveða dómur heildarlaun og félagið hefði ítrekkað krafist þess að kjaradómur kæmi saman til að sinna þessum lagaskildum sínum. Það er því ljóst að þetta mál, séra Geirs Vogi gegn fjármálaráðherra, snerti með beinum hætti hagsmuni dómara. Og Þórður S. Gunnarsson, lögmaður séra Geirs, segist ganga út frá því sem vísu að starfandi dómarar muni víkja sæti í þessu máli. 6 létust og 13 slösuðust flugvél í innanlandsflugi fórst nærri Namsos í Noregi í gærkvöldi. Vinn 8-vélin var á leið frá Varnes í Þrándheimi til Rørvík í nyrðri Þrendalögum með viðkomu í Namsos. Ekki vitað hvers vegna vélin hrapaði í aðflugað flugvellinum í Namsos en hún átti aðeins 7 km ófarna slysið varð. Farþegar sem komust lífs af segja að vélin hafi verið ókyrr í alllangan tíma áður en slysið varð. 19 manns voru borð í vélinni, þar að 2 flugmenn. Af þeim sem lifðu slysið af eru 2 alvarlega slasaðir en búist við að allir nái sér að fullu. Sumir farþeganna köstuðust út úr vélinni fastir í stólum sínum hún skall á jörðinni og rönkuðu við sér 20 metra frá flaki vélarinnar. Vinn 8-vélin var nýkomin úr skoðun slysið varð en ekkert athugavert fannst. Vélin nærri 20 ára gömul og var í eigu Víderö flugfélagsins. Lögreglan á Selfossi hefur engar vísbendingar það hver skaut á bónda í Grímsnesi í gær. Talið að riffilkúla hafi strokist við höfuð hans en 14 spor þurfti til þess að loka sárinu. Ég var komin niður á trappunum og svona snúið mér aðeins til, beygið mig leið og þá fæ ég þennan skell á hausinn. Og ég náttúrulega réðaði til, var rétt fallinn yfir og ég hélt að hefði einhver kastað ykkur í mig fyrst og ég var svo öskureiður yfir þessu. Ég hélt að það áttaði mig á að þetta var skot og það fló bara hérna höfuðið alveg niður í bein, niður aftur.